Berglind tap fyrir Svartálandi í dag, hvernig fyrstu viðbrögðin svona til leik? Fyrstu viðbrögðin bara, það lenda í alltaf stóru tapi en það voru margir góðir hlutir sem vorum að gera í dag. Við urðum reynda svona þegar við fórum að verða svona þreyttar og fórum að tapa boltanum svolítið og þá voru þeir að keyra í baki á okkur, það voru okkur dýrt og þetta endar í einhverjum 20 stigum sem er alltaf mikið. Það segir ekki alveg hvernig leikurinn spilaðist finnst mér sko, þannig að en margir góðir hlutir og við höldum bara áfram að byggja þessu sko. Það eru náttúrulega rosalega stórar, hávaxnar og sterkar þessi Svartálaliði. Hvernig var svona kontaktin í þessum leik? Við erum náttúrulega bara allir leikir sem við erum búin að vera að spila í þessum undankeppnum eru bara á móti svona stórum og sterkum stelpum sko, þannig að þetta var kannski ekki nýtt en auðvitað tekur það á og við reynum bara að vera eins fysikal og við getum sko, en við verðum náttúrulega að reyna að nýta betur einhvern veginn að spila fyrir utan og setja niður skotin okkar og svoleiðis af því við erum ekki að fá eins mikið inn í teig og eins og við erum að gera til dæmis í deildinni hérna heima sko. Þannig að það þarf svolítið að fara með svolítið annað mindset í þessa leiki. Þannig að en mér fannst ég bara að gera ágætlega vel í dag en það er alltaf hægt að gera svolítið betur. Slóvakía framundan, við höfum ekkert sérstakar minningar þaðan. Hvað heldur við þurfum að gera fyrir þannig leik? Slóvakíuleikurinn sem við spilum síðast, ég held að það sé bara ekkert hægt að miða við hann. Við vorum bara drullulélegar og það var einhvern veginn, hausinn var alls ekki á réttum stað. Þannig að ég held að við séum bara meira að hugsa þessa leiki sem við erum búin að vera að spila á móti þessum liðum. Við erum búin að vinna 2 síðustu leiki hérna heima. Þannig að við bara höldum áfram að byggja á því. Við þurfum að spila mjög fysikalt, þær eru mjög góðar. Þær eru meira að skjóta fyrir utan svona heldur eins og liðið í dag. Þannig að við förum bara fullum krafti og skoðum það sem við vorum að gera svona rangt í dag og bætum það og mætum svo bara fullum krafti í leikinn.